Lotukerfið hefur reynst mörgum nemendum erfitt, en lotukerfið í rauninni sára einfalt, það er sérstaklega vel uppbyggt og gert á snilldalegan hátt, þannig að það þarf bara að útskýra það svolítið og leggjast yfir það, og þegar að nemendur hafa átt að segja hvernig það virkar, að þá er þetta frábært tæki fyrir nemendur og alla efnafræðinga. En áður ég útskýri lotukerfið og uppbyggingu þess, þá ætla ég aðeins að fara yfir hvernig það varð fyrst til. Frakki Lúisier, hann var að grúska með frumefnin og hann var búinn að finna inn 30 frumefni. Fram að þeim tíma varu mun færri og menn höfðu svona ýmsar undarlegar hugmyndir hvað væri frumefni, en hann var búinn að finna inn 30 frumefni og það sem þessi frakki gerði var að hann raðaði þeim eftir frumeindamassanum, eftir þyngd hvers frumefnis. Og þegar hann gerði það, þá kom í ljós að efni með svipaða eiginleika birtust lotubundið, það er að segja með jöfnu millibili, og ég ætla að útskýra hans betur hvað er átt við með því. En áður en skoðum það, þá ætla ég að beina augum okkar að rússanum Dmitri Mendelejev. Hann nýtti sér það sem að Lúisier hafði unnið að áður og fleiri efnafræðingar, og hann tók þessi frumefni og setti þau upp í lotukerfi sem að lotukerfi okkar sem við þekkjum í dag er byggt á, og það má segja að það sé hugsmíð Mendelejevs. En það sem var svo merkilegt með lotukerfi Mendelejevs var að hann setti þetta upp í lotur, en hann komst að því að það hlyti að vera einhver ákveðin efni sem að vantaði inn í lotuna. Og hann fann meðal annars út að efni númer 32 að það vantaði hreinlega, þannig að hann gerði bara ráð fyrir því og setti eyðu þar sem að efni númer 32 ætti að vera. Og af því hann þekkti efnin í kring og efnin í flokknum, þá spáði hann fyrir hvaða hæfileika þetta efni hefði og hvernig það liti út. Og hann gat meðal annars eða spáði fyrir að þetta efni væri grár málmur, sem er reyndist svo vera gráhvítur. Hann sagði fyrir eðlismassan með ótrúlegri nákvæmni, það veri 5,5 grömm á rúmsentimetra, en það er reyndar 5,47 sem er alveg ótrúlega nálagt. Hann fann líka út frumeindamassan sem var skeikaði mjög litlu það sem raunverulega var, og einnig bræðslumarkið. Þannig að lotukerfið það sannaði sig, og 15 árum síðar þá fannst þetta efni sem að Mendelejev var að tala þarna En nú skulum við skoða hvernig frumefnatablan var búin til upprunalega. Ef við gefum okkur að Lúisier hafi haft öll fyrstu frumefnin sem við þekkjum í frumefnatöflunni í dag, að þá hefði hann fyrst sett vetni sem léttasta frumefni sem hann vissum. Þar á eftir sett hann helín og gerir ráð fyrir litín næst, berilín og bór, kolefni, nitur, súrefni, flúor, neon, natrín, magnesín, ál, kísil, fosfór, brennistein, klór, argon og kalín. Þetta eru sem fyrstu 19 frumefnin í okkar frumefnatöflu, og við gefum okkur einfallega að hann hafi haft þessi frumefni. Þetta notaði til að útskýra hvað þetta lotubundið merkir. Hann fann út meðal annars að þessi efni sem hér eru, að með reglulegum hætti að þá komu frumefni með samskonar eiginleika í ljós. Og við skulum skoða hérna núna litín. Það er frumefni númer 3. Og hann fann sem sagt út að að næsta efni sem hefði sömu eiginleika, það væri natrín. Það hegðaði sér á svipaðan hátt og væri mjög áþekk litín. Nú, hann taldi einfallega út frá þyngd frumefnana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8. Það voru sent 7 frumefni á milli, litín og natrín. Og svo skoða hann áfram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8. Og þá var hann komin í kalín sem hefði mjög svipað eiginleika og natrín og litín. Og þetta taldi hann að geti gerið tilviljun. Þannig að það sem hann gerði var að hann tók þau öll efnin sem höfðu svipað eiginleika og raðaði þeim upp. Og nú skulum við horfa á þessi 3 efni sem ég beint athygli okkar að.
litín, natrín og kalín og Mendeleev hann setti þau í röð og útbjó þannig lotukerfið. Hann færði litín og natrín undir litín og kalín undir natrín. Svona gerði hann með öll efnin og hvað kom þá í ljós? Jú, lotukerfið. Þetta lotukerfi reyndar full unnið og er það lotukerfi sem við notum í dag, þó lotukerfi Mendeleevs hafi ekki verið jafn nákvæmt og jafn víðamikið, en svona var þetta fundið út. Og eins og þið sjáðu hérna í þessu lotukerfi að þá er gat á einu stað og þetta er að sem ég er að tala um áðan. Ef þú fylgir örinni þá vantar efnið númer 32 sem að Mendeleev var búinn að finna út að væri til en hafði ekki fundið það ennþá. Þannig að hann setti bara eyðu þarna inn í. Síðar kom í ljós að þetta var efnið german. Og að þessu sögðu þá getum við farið að skoða betur lotukerfið sjálft.